Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími, vakna snemma og fara út og koma síðan ferskur inn og endurnærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður er að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður verið viss að vera með fullt af orku á tankinum ef maður fær sér hafragrautur morgunmat. Og dagurinn er bara allt annar. Það er Kjarnafæði sem býður ykkur upp á mat og menningu. Í þessum lokaþætti af mat og menningu ætlum við aðeins að kíkja tilbaka og skoða hvað við erum búin að vera að gera frá áramótum. En á nýju ári fórum við og sóttum okkur súrmat í Kjarnafæði og heimsáttum síðan vinu okkar á Grenivík. Við skulum skoða nokkuð brot. Eðvald, við erum komin í pökkunina á Kjarnafæði. Vertu velkomin. Og það er náttúrulega ekkert annað á dagskrá heldur en þorri og þorramatur og súrmaturinn sérstaklega. Já. Ég byrjaði að læra að borða súrmat fyrir ekkert mjög mörgum árum og nú er ég vitlaus í þetta. Okay. Ég er ekki hissa. Þetta er svo hrikalega gott. Já. Og hvað tekur langan tíma að gera góðan súrmat svona eins og við erum að horfa á hér? Verkunarferli á súrmati er segja frá 3 til 6 mánuðir. Já. Við byrjum að setja í súr alveg við byrjum í júlí, ágúst og sláturtíðin náttúrulega þá fer þetta alltaf á fullan kraft og síðan látum við þetta liggja í súrnum alveg framundir þorra. Þannig að þetta er hálft ár. Já, þetta getur verið hálft ár. Tekur. Já. Og þessi súrmatur sem við erum með, ef þeir eru búið að liggja í súrnum í þessa mánuði, hverja mánuði, að þá er í raun misanið að súrinn, hann er búinn að sjúga út, draga út allt salt sem er í vörunni. Já. Nánast allt skulum við segja. Og þetta er kalkríkt, það er B12-vítamín í þessu segi. Þannig að þetta er orðið meina holl vara þannig að segja. Þetta er heilsumatur. Þetta er mjög gott að taka þetta inn núna eftir jólin, þar sem er búin að vera að fá sér í smá salti og reyk. Fá sér einn keppa hann maður fyrir í ræktina. Nákvæmlega. Það er náttúrulega mikil orka í þessu. Já, og maður sér að lundabakarnir, þetta er ekki, hún hefur ekki verið neitt sérstaklega mögur þessi. Nei, það er alls ekki verið eldast við það í þessu. Við setjum þetta náttúrulega upp bara í allar heilsuræktarstöðvar. Já, þú veist, þorramatið. Já, en svo er bara líka, við erum að horfa á það er verið að gefa börnum á leikskóla. En ekki hvað? Þetta var ekkert fyrir kannski 10-15 árum síðan. Mötuneyti eru byrjuð að bjóða krökkum upp á þetta og venjaðu við þetta strax frá upphæði, sem er bara allra besta mál. Því þetta náttúrulega neytendur framtíðarinnar og kenna þeim að því þetta er þjóðlegu siður sem við viljum halda í. Já. Við viljum ekki missa þetta niður. Við ætlum að fara að hitta Heimi á fiskverkuninni Darra á Grenivík. Já. Já, náttúrulega verður að vera harðfiskur. Það sjálfsögðu, það fylgir með. Heldur ég megi fá þetta hjá þér í fötu og kipir þessu með þér og gefur honum. Og bæta harðfisk í safnið. Algjörlega. Heimir, við erum komin á Darra Grenivík. Já. Og fyrir framan okkur er hlaðborða mínu uppáhaldssnakki. Það er harðfiskurinn. Já. Og hér eru orginallinn og erum við að horfa hérna svo á breytingarferlið eða hvað? Já, ég er svona gróft þá maður er svona reyna að gera kannski hugmynd það þegar hann er alltaf verið að bölva hann og hvað hann er dýr sem hann náttúrulega er en menn kannski gerir sér ekki grein fyrir hvað liggur að baki á harðfiskunum. Ég setti svona ganni svona til þess að sýna að þetta er fiskur svona sem við kaupum á mörkuðum og annað slægður fiskur og þetta er kílós fiskur með haus og hala og svo fer þetta í hausar á flökunarvél og svo fer þetta á flæðilínu sem konurnar snirta, taka bengarinn úr. Já. Og dálkurinn þetta er svona 12% og hausinn 28-30 og bengarðurinn og annað svona kringu 5
og þannig svo raðað á grindunar inn í þurrklefan. Já. Og svo hann þar í ferli í svona 5 sólarhringa og þegar þú tekur hann út, þá hann orðinn svona. Þá þetta hérna þurrkað. Já. Það svolítið þyngdarmunur á orginalnum og... Á þessu. Þú ert alltaf að vilja fá rétti og svona það sem þú ert að... Fá hvað að borða. Ég er ógulega gaman að borða. Það er gott. Þannig að ég gaman að pröfa eitt rétt sem faðir minn Sálaug var mjög vinsæll í honum og er bara, þetta svona aðeins öðruvísi. Rúgbrauð sem er og náttúrulega eins og þú segir, þú vilt helling af smjöri. Ég hef alltaf sagt að í matreiðslu ef það er bilað, þá bætur þú bara við smá smjöri. Þá lagast allt. Það er fín regla, sko. Og svo erum við með, skal ég segja, kúttersíld. Þetta er síld, að sjálfsögðu. Sem matvæladreifing er að framleiða. Setur smjörið, svo tekur við musli fyrst, sko, líka. Ég vel að þessu. Og setur svona á. Þetta í mínum huga, sko, er tvöfaldur lúxus. Og svo setur við svona yfir aftur, sko. Þetta er rosalega gott. Já, þetta... Við verðum að pröfa þetta heima. Eftir sófalegu hátíðina þótti myndatökumönnunum þeim Sindra og Stefáni þáttastjórnandinn orðinn frekar gildur miðbyggið og sendum í heilsueflingu til hans Davíðs. En hann var nýbúinn að gefa út bókina sína 30 daga þar sem var tekið á heilsu og mataræði. Kíkjum á það. Góðan daginn, Davíð. Góðan daginn, Alli. Vertu velkominn. Sko, þegar ég hringdi í þig, takk fyrir, þá sagðist hún glaður vilja taka á móti mér og ræða nýju matreiðslubókina þína, en baðst mig að koma í íþróttagalla. Já, ég gleymdi að segja það, sko, að þetta er ekki bara matreiðslu og lífstílsbók. Já, ok, þannig á að gera eitthvað líka. Já, nú ætlum við að framkvæma nokkur æfingar. Ok. Og við vitum nú svona þína fyrir reynslu að þú svona krassar aðeins í fyrra. Ég haltra aðeins. Og ég kannast við og sért í sjúkraþjálfur líka, þú ert búinn að segja mig það. Þannig að við ætlum að fara létt í gegnum uppbytunaræfingar og það eru myndir af þeim öllum. Þannig að eftir þú ferð frá mér inn í dag þá getur þú aðeins kíkt í gegnum þetta. Þetta er nú búið að vera, sko, Þetta er bara uppbytun, kallið mig, þetta er bara uppbytun. Ég er bara kokkur með kokkakút og alla græður. Já, þess vegna er þetta bara fín leið til að byrja. Já. Bara rólega og svo getur þú bara byggja og vona það. Það er Kjarnafæði sem býður ykkur upp á mat og menningu. Matur og menning pakkaði græjunum sínum í skótann sinn og keyrði til Reykjavíkur að hita upp fyrir Food and Fun matarhátíðina. Við kíktum líka á alvöru íslenskt viskí og súkkulaði. Hittum fjölmarga kokka og borðuðum mikið af góðu mat. Kíkjum á stutt brot. Haraldur, Halli, við erum skánafnar. Já. Íslenskt viskí. Já. Hvar byrjar svona hugmynd? Sko, hún byrjar nú bara hérna á bygginu, íslenska bygginu. Og þetta er úrvalsráefni sem okkur langaði að gera meira úr. Og það hefði kannski ekki verið mikið látið að reyna að nýta þetta. Og þetta er lífræna byggið frá honum Eymundi
í Vallanesi eða hvað? Það passar. Fyrir austan. Og þetta var svona þróunarvinnan framan af, fyrstu, við vorum búin að vera 5 ára að vinna þetta. Fólst í því að vinna með íslenska hráefni og þróa úr því íslenskt viskí. Þetta er sjálfsögðu hefðbundið single malt. Já. Þannig að það er kannski verkefnið er helst að vinna með og læra á að nýta þetta hráefni og koma því sem best til skila í single malt. Af hverju ekki við ef að Skotar geta gert svona góð viskí? Þú veist, það liggur beint við að við ættum að geta gert þetta jafn gott eða jafnvel betur. Já, við erum næsta Skotland. Já. Ég held að það verði hérna eftir 30 ár, þá verður sterkur viskíiðnaður á Íslandi. Hvað erum við með hérna svona þessum ljósari? Jú, þetta er gínið okkar. Það var mjög gaman að vinna í þróun á gíninu. Það er sama þar að þar voru svo hrifin af hráefninu. Já. Og þessum grunni sem við höfum með viskíinu. Við raunverulega framleiðsluferlið er svipað í byrjun. Við einum 2 svar. Þá erum við komin með viskí. Svo fyrir gínið þá bætum við íslenskum kryddjurtum. Einiberinn er náttúrulega lykillinn að öllu gíni. Já. Og vilt íslenskt einiber. Og síðan erum við með rabarbara og kannarót og svona leyni uppskrift. Já. En höldum okkur við það að allt kemur hérna af heiðinni. Já. Og úr því fáum við alveg sér íslenskt gin. Þetta er viskíið. Hérna er viskíið. Þetta er beintatunnu. Og það áttur að rífa svolítið í. Það er 60% rúmlega. Það er búin að vera með smá lömbru í hálsinum. Heldur þetta hjálpi því ekki? Það alveg bara rífur úr. Mikill karakter. Eyjólfur, yfirkokkur, þau eru komin að hjarta steikhússins. Já. Það er væntanlega þessi græja þarna. Það er þessi græja þarna, það er ný brasa, kolaofnin. Þetta er kolaofn. Já. Og allar steikur fara þarna í gegn eða hvað? Allt. Hvað erum við með hérna? Þetta er 350 grama. Þetta er bara nautaribba. Þetta er bara hálft nautabak eins og maður segir. Já. Þetta er sver biti, sko. Alvöru kjöt. Það var smetlaði svo grillið fyrir ykkur. Já. Svo bara lokaði það. Svo tekum við hérna, bara yfir hitan, lokun og leiðum við bara liggja aðeins á. Fá allan reykinn og allt svona ýkta bragðið í sig, sko. Og medium rare, er það? Medium rare, það er bara listasteikingin. Ég get ekki beðið. Kjartan, Omnum súkkulaði. Hvað erum við að tala um? Við erum að tala um handgerð súkkulaði, þess að við köllum frá baun í bita. Það er að við vinnum allt súkkulaði beint úr kakóbaununni og erum að rista það sjálfur og erum að mala þetta og laga okkur uppskriftir allar frá grunni. Við byrjum á því að taka baunir sem er búið að gerja og þurrka og þess að til dæmis er að koma frá Madagaskar. Já. Þetta er svona alveg okkar eina uppáhalds. Það er löng leið, Madagaskar. Já, það er smá rúttu sem við búin að taka. Við erum rosalega skottið til þessi þessari og það sem við byrjum náttúrulega að gera, við erum að fara aðeins yfir þær, skoða þær, taka í burtu þessar ljótu sem eru hérna, þær eru svona ofþurrkaðar og að springa þessu utan af þeim, voru svona rúsínukendar. Eftir það þá skellum við það í ofnin og við ristum þær í svona 20 mínútur hálftíma og við erum að tala um svona hita allt á milli 140–150 gráður, allt eftir bara hvað baunið þolir. Svo látum við að kólna og við þurfum að við mylja þær niður og þá brotna nibbunar úr og aðskilast frá skelinni. Hérna erum við að tala um þessar nibbur? Já, þetta er til og með þessar nibbunir hérna. Já. Og þú sér að það er ennþá svona pínlítið skel hérna með og það sem við notum, við erum með svona lítið tæki sem býr til svona lofttæmingu. Það blæs skelin í burtu og nibbunar falla í aðra átt af því það eru þyngri en skelin. Já. Og þá fáum við alveg hreinar bara nibbur sem við getum byrjað að nota í framleiðsluna. Við erum alltaf að stefna á að opna okkar eigin hérna vefverslun. Já. Svo fólk getur pantað þetta beint frá okkur. Það er bara ekki nú að fara að opna það næstu vikum. Annars erum við meira og minna bara hérna í Reykjavík. Stefnum að fara að koma fljótlega upp á Akureyri. Já. Það er búin að vera nokkrar fyrirspurnir um það.
ætlar að sýna ykkur? Herri, ég myndi vilja gera kokteil sem heitir Lucifer. Lucifer? Já, við erum með trúalegt þema í gangi. Við erum alltaf með þema á kokteilsælunum okkar. Og nafni kemur þannig til að við notum íslenskt brennivín. Þetta er svona klassískt gerður kokteil. Það er engin sykur í honum og það er engin sítrus. Og klassískt balanserað. Balanserað, þá tala ég við hrærum hann, þannig að hann sé alveg tvær. Já. Og vassblöndum hann í balans, eins og það er kallað. Og hann er kröftur, brennivín í sölti er 50%. Það rífur í? Það rífur í, en svo á móti þessu erum við með krækiberjalíkjör. Og kannski, eins og þessi drykkur er uppbyggður, það var kannski ekkert ósvipað og salat, sko, því að við erum með kúmen og svo erum við með krækiber og eplabrandi frá Fraklandi. Það eru epli í þessu líka. Svo fáum við appelsínu með ítölskum appelsínulíkjör sem heitir Aperol. Gefur líka smá svona þurrk. Góður drykkur er bara að þetta eru mikil vísindi. Íslendingar hafa nú kannski eru að læra á þig og færa sig upp á skaftið. Já. Tvöfaldari kók er dáinn. Já, en það er náttúrulega bara... Það mestu. Það er náttúrulega bara ýmsar aðferðir og þessar aðferðir sem við aðhyllumst er þessi bylgja sem er að rísa upp núna sem er að fara aftur til fortíðar. Því að það sem hefur gerst í kokteilheiminum er það að aðferðir hafa gleymst. Duft hafa komið í staðinn fyrir ferskráefni og annað slíkt. Þannig að við erum að fara aftur í tímann, og það er engar málamiðlar lengur. Og við notum svona stóran klaka, það kemur í 120 kg á blokkum. Og við notum hann vegna þess að hann bráðnar hægar og kælir meira. Þannig að það er minna vatn, meiri kæling. Svo setjum við hérna kóríander á toppinn. Það er til að gefa lit og smá lykt. Við erum að vinna mikið með lykt þessa dagana líka. Finnst það skipta máli? Nefið og augun eru fyrst. Nefið og augun eru fyrst, já. Og það er svona Lucifer litur á hann? Það er svona Lucifer litur á hann, já. Og eins og ég segi, hann er öflugur en hann er í góðu jafnvægi. Þannig að bragðið skilar sér allt til þín alveg stórt og mikið bragð. Já, mjög breitt. Mjög breitt, já. Það er alveg öll palettan hann. Öll palettan hann. Minn uppáhaldsþáttur í þessari seríu var Mývatnssveitarþátturinn, þar sem að hungrið dreif okkur áfram á snjóþrúgum sveitina. Við bökuðum okkur rúgbrauð í holu og hittum hann Gylfa frá skútustöðum á Másvatni þar sem hann var að leggja net undir ís. Ég man að silungurinn hann fraus á meðan við vorum að skera hann og ég hitaði líka í fyrsta skipti kjötsúpu í 25 stiga gatti. Hann Stebbi myndatökumaður kom til mín í miðjum tökum og sagði mér að vera stuttorður af því að batteríin í græjunum þyldu ekki frostið. Við skulum kíkja á Mývatnssveit í sinni vetrardýrð. Við erum komin til hans Fredda á Kaffi Borgir. Já, velkomin. Við Dimmuborgir. Við Dimmuborgir, já. Það horfum við bara hérna út duggluggann. Já, já. Og ástæðan fyrir því að ég vildi nú heimsækja þig, að það var eitthvað sem að ég hef heyrt fleygt er Underground Bakery. Hvað er það? Það er náttúrulega bara eiginlega gamalt klúður úr handbók, þýskri handbók, ef mann rétt. Frá 1971, þar sem það var vitlaust þýtt yfir á ensku, það var bakað í jörðinni. Já. Og það var einfaldlega þýtt yfir á enska tungu Underground Bakery. Underground Bakery. Og við gripum þetta og settum það á miðan okkar fyrir hverabrauði sem við bökum í jörðinni. Og þú ert að baka hverabrauð? Ég er að baka, já. Ég á nefnilega stefnumót við hann Gylfa á Skútustöðum og hann er að veiða eða leggja net niður Másvatn og hann ætlaði að koma með reyktan sílung. Já. Og við getum nú ekki getið hann eintóman hérna í Mývatnssveitinni. Nei, það fylgir brauð með honum, sko. Þannig að ég, er náttúrulega bara í hálfgerðri betliferð. Já, við græðum það. En ég kem að þér hérna í miðjum bakstri. Já. Þú ert að henda í brauð. Ég er að henda í brauð. Ég setti brauð í gær, þannig að við getum tekið upp brauð þegar við Það er í hólunni? Það er í hólunni.
Þá getið þið fengið bara rjúkandi heitt brauðinu á Mosfell, tengilega. Það er vatnið bara. Allt saman? Það er bara allt vatnið. Og láta það gósa? Það er bara ein stór kanna í uppsvítinni. Hvað erum við svo með næst? Svo setjum við rúmmjölið í. Það er breytpoki, bara á rúmmjölinu. Og það er bara, hann er komin hingað? Nei, þetta er heilhveiti. Já, hann er heilhveitið, maður. Þetta er svo heilsusamlegt, sko. Ég get svarið. Og bara allt saman? Allt saman bara. Þetta er, mér líkar svona bakstur. Já, það er bara, svolítið svona... Ekkert laus. Nei. Svo er allur sykurinn. Svo bara lyftu við. Passa að það var ekki djúpt á þetta. Hérna er þetta. Þetta er það sem ég setti niður í gær fyrir 24 tímur síðan. Jöfull er þetta flott. Og þetta er bara tilbúið. Þetta er bara klárt? Þetta er bara klárt. Nú er það bara engin miskunn. Nei. Og áfram gakk. Já, já. Þú voru að taka með brauð í næsti og færa Gylfa eitt frá mér líka. Já, hann verður nú glaður með það, kallinn. Hann veitir ekkert af því, sko. Ég lumma líka á kjötsúpu í bakpokanum. Hvað heldur? Og litlum prímus. Já, já. Má ég ekki bjóða þér upp á kjötsúpu svona á meðan að þú kannski vitja netja eða skoðar? Jú, það væri bara alveg hreint yndislegt. Það er hvergi betra að borða góðan heitan mat heldur en einmitt út í náttúrunni og svona skilyrði. Hvað mælirðu frostið hérna í dag? Ætli það sé ekki eitthvað rúm 20 stig? 20 gráður frost? Já. Það er nú oft heitara í eldhúsinu þar sem ég er nú vanur að vera, sko. Þetta fullkomna hjónaband sem er reyktur silungur og rúgbrauðið. Já, það er... Bara beint úr jörðinni. Það er akkurat það sem heitir local food á góðri íslensku í Mjósveit. Við gerumst ekki mikið lokal en þetta. Nei, hver að baka rúgbrauð og það er reyktur silungur á mjögskum hætti, sko. Það er það sem við markaðsetjum á ferðamenn og borðum sjálfur alveg eins og við getum.
Nú ætlar matur og menning í stutt frí og við viljum þakka áhorfendum kærlega fyrir frábæra móttökur og öllum viðmælendum okkar í vetur. Við komum aftur í sumar með stútfulla þætti af frábæru fólki og rosalega góðum mat. Sjáumst! Það Kjarnafæði sem býður ykkur upp á mat og menningu. Morgunin hefur alltaf verið svona minn tími, vakna snemma og fara út og koma síðan ferskur inn og endurnærður tilbaka og fá sér góða morgunmat. Þar hefur hafragrauturinn alltaf komið sterkur inn. Hafragrauturinn, hann bara klikkar aldrei og sama hvað maður er að fara að gera á æfingu eða eitthvað annað, þá getur maður verið viss að vera með fullt af orku á tankinum ef maður fær sér hafragraut í morgunmat. Og dagurinn er bara allt annar.